Góðan daginn bestu mín og velkomin í fyrsta vloggið sem tveggja barna móðir. Planið að vlogga aðeins næstu daga en mér líður að spá þess að ég sé bara fara að gleyma því. En ef þetta vídeó kom upp þá var ég dugleg og vloggaði. Ég sem sagt 13 dagar postpartum, litli 2 vikna á morgun sem galið. Mér finnst galið að hann sé að vera 2 vikna. Tíminn líður svo hratt eitthvað og þetta bara búin að vera æðislegar 2 vikur. Hann svo góður, hann basically tekur svona cirka 2 vökuglugga á dag. Tekur yfirleitt fyrsta svona seinni part morguns, svona kannski 10-11 leitið, þá er hann oft vakandi. Sofnar síðan í hádeginu og sefur bara yfir allan daginn og fram á kvöld og þá tekur hann smá vökuglugga kvöldi líka og síðan fyrir hann að sofa fyrir nóttina. Bara frá hádegi og fram á kvöld þá er hann sofandi. Hann vaknar til þess að drekka og síðan sofnar hann aftur. Þannig já, ég bara búin að hafa einhvern veginn ógeðslega mikinn tíma á daginn til þess, ég stundum bara daginn hvað ég gera. Af því ég þarf ekki að vera að sinna honum, af því hann er bara sofandi. Þannig ég bara já, búin að vera geðveikt mikið bara að þrífa heima. Ég aðeins byrjuð svona að reyna að taka heimaæfingar og ég byrja að fara í göngutúra. Það búið að vera mjög næs að geta aðeins svona að byrja að hreyfa sig aftur. Ég orðin alveg frekar spennt að byrja bara að æfa aftur en ég svona að reyna að fara ekki of hratt í það og byrja bara svona rólega á göngutúrum. En klukkan 5, Brynjar og Oliver í heimsókn hjá vini Olivers og ég og litlinn bara hér, hann sofandi með hjá mér í sófanum. Ég með cranberry juice sem ég sýndi í seinsta vloggi sem var svona óléttu drykkurinn minn. Ég byrja að drekka kaffi aftur en ég er ekki alveg búin að finna kaffi uppskriftina sem ég svona go to út af það náttúrulega 9 mánuðir síðan ég drakk kaffi og ég var oft svona að switcha upp svona hvað ég fílaði og mér finnst kaffin svona góð en þau eru ekki svona hitting 100%. Þannig mér finnst ég þurfa að finna kaffidrykkinn minn einhvern veginn upp á nýtt. Mér finnst mjög gott að fá mér þetta svona seinniparti yfir daginn og kvöldin. En já, ég ákvað bara að prófa hvort að ég gæti hent í eitt YouTube-vídeó. Ég er búin að vera að fíla TikTok svolítið seinustu daga og mun örugglega vera alveg frekar virk þar svona á næstunni. Ég veit ekki, mér finnst þægilegra að taka YouTube upp þegar ég er ein. Og ég og Brynjar eru náttúrulega saman í orlofi núna, þannig ég bara mér finnst bara líklega að ég sé að fara að vera virkari á TikTok allavega næsta mánuð. En ég ætla að reyna að taka upp allavega helgina, það er verslunarmannahelgi og spáð bongoveðri. Þannig já, komum með mig bara í næstu daga. Taka smá heimaæfingu. Litli segur bara ég er með 2 svona 5 kíló lóð og er að reyna að gera eitthvað svona handaæfingar og magaæfingar og eitthvað. Brynjar var að hringja og þeir eru búin í sundi og Brynjar var að segja að hann væri í blóðsykursfalli þannig að ég ætla að henda í pítsu fyrir hann fyrst. Ég pæli að setja skinku, pepperoni og sveppi á pítsuna hans og gera margarítu fyrir mig og Oliver vill alltaf bara sósu á sína. Jæja, klukkan 10:30 og ég var í sturtu. Ég er búin að vera að fara í sturtu 1-2 á dag og ég bara svona, ég get þetta að passa upp á svona self-care þetta postpartum tímabil. Og nota skrúbba og skincare og bara svona mun að hugsa mig, skilurðu. Mér er svo mikill munur á postpartum hjá mig núna og seinast. Ég er svo miklu bara meira confident og chillari og ég man bara að seinast þá fannst mér bara erfitt fyrir sturtu af því mér fannst bara erfitt að fara frá honum og ég bara það var ekki forgangsröð hjá mér að vera eitthvað að gera skincare og eitthvað. Lífið er einhvern veginn bara svona miklu rólegra núna heldur en það var með Oliver. Ég veit að við erum ennþá í smá svona búblu og það gæti allt breyst en ég talaði alveg að ætla bara að eignast 1 barn af því að mér kveið svo fyrir ungbarnatímabilinu og það ég var svo ógeðslega
kvíðinn og hann, þú veist, Oliver var alveg erfitt ungabarn. Þurfti alveg að, þú veist, bara halda á hennu mikið og ég fekk ógeðslega lítinn svefn fyrsta árið að ég þurfti bara, þú veist, líka alltaf bara að vera svæfan, eða skilur, hann bara, þú veist, hann sofnaði ekki nema ég myndi bara virkilega rugga honum í svefn. Á meðan að hann er bæði kominn að, ég sé alltaf bara hann eða litli, á meðan Arnar Breki, hann sefur bara allan daginn og þú veist, jú, ég þarf alveg, þú veist, stundum að halda á honum og rugga honum í svefn og allt svoleiðis, en svo nóttinni, yfirleitt, ef ég legg hann í rúm sitt, þá sofnar hann bara. Hann er ekki byrjaður að taka langa lúra, eða þú veist, hann er að vakna á svona 1 til 2,5 tíma fresti sem er ekkert eitthvað ógeðslega langt svona svefn, hvað segir maður, svefn stretch, svona sleep stretch, ég veit ekki hvað það segir í íslensku. Þannig að hann er alveg að vekja mig mikið á nóttinni en það munar samt svo miklu að hann sé stuttvakandi, þú veist, þegar hann vaknar, hann er ekki vakandi í klukktíma eins og Oliver var oft bara, þegar hann vaknaði á nóttinu þá var ég bara vakandi í klukktíma meðan að díla við að svæfa hann aftur. Mér alltaf finnst þetta ungbarnatímabil vera að byrja alltaf öðruvísi heldur en Oliver, þannig að mun bara það halda áfram. Báðir strákarnir eru sofandi og ég er að spá ég fara bara að sofa líka svo ég geti byrjað daginn snemma á morgun með Oliver. En þetta er búið að vera ógeðslega kósí dagur. Ég vloggaði náttúrulega ekkert í dag en í dag það var svona fyrsti dagur sem að við fórum út úr hús og gerðum eitthvað. Sérst byrjum á því að fara til læknis með Arnar í svona bara ungbarnaskoðun og fórum svo í Kringluna á nýja útisvæði. Þau eru komið með svona útisvæði fyrir mathöllina og það var ógeðslega kósí og bara sól og ég og Brynja sátum bara að borða í sólinni og Arnar í vagninum, fórum svo í búð og bara, já, svona fórum út úr hús og gerðum eitthvað, það var mjög næs. Við erum að reyna að gera eitthvað skemmtilegt helgina, þannig ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun. Góðan daginn! Góðan daginn! Hann er fígl á því að hann vill taka mynd, en ég er að segja hann að ég er að taka vídeó. Hann er myndavél á sjúkur, hann bara tekur myndir. Já, ég herði. Hérna er eitt barn, hérna er hitt barn. Brynja er að sækja vagninn til að setja í bílinn. Og við erum á leiðinni í Sjálandið að kíkja aðeins í hana fjöruna, /ströndina, hvað sem að fólk kallar þetta. Ég vona að það verði ekki ógeðslega mikill vindur því það er alveg svolítið vindur. En við tókum bara smá dót með og vagninn sem hann vonandi þá litli mun sofa bara í. Bara aðeins að vera úti, aðeins fá okkur ferskt loft, gera eitthvað á þessum laugardegi. Ég blandaði mér 1 cranberry soda. Ég fekk mér kaffi í morgun, sko for you page mitt á TikTok. Ég er bara kaffeuppskrifti núna og ég er búin að skoða svo mikið. En ég prófaði að gera eina uppskrift í morgun og þetta var bara ekki gott. Ég fæk bara svona smá óglatt, þannig að ég veit ekki, ég elska þetta er svo ferskt. En ég held að máli sé bara að ég sé komið með ógeð af að þann espresso duftin og því ég er búin að fá með svona instant kaffi. Ég held að ég þurfi bara að fara að kaupa hilki í Nespresso vélina mína. Hvað sagði ég á hann? Já, Neskaffi duft. En ég þarf að kaupa með Nespresso hilki. Þessi séu bara mætt á ströndina. Það er þetta fjara. En við erum ekki í sandinum. Ef það er sjóna. Já, nei það er svona kallt, mamma. Þetta er kallt og vatn. Já. Ég þarf bara að gera smá skýrslu. Þetta var fyrsta sinn sem við fórum bara með báðastrákana út úr húsi fyrir utan eitthvað til mömmu eða eitthvað. Það var mjög næs, þú veist, að kíkja og Oliver fannst mjög gaman á ströndinni, við fórum að róla og eitthvað svona. En svo fór Oliver í úkslavandskap, þá vorum við að fara heim og Arnar Breki brjálaðist í bílstólnum. Hann bara grét og hann er stundum alveg erfiður í bílstól. Hann er hérna og bara orðinn þreyttur líka. Við stoppum í búð og keypti eitthvað skyr og kleinuring. En já, ég vona bara að hann taki góðan lúr núna. Hann er vanlega sofandi, eins og ég sagði, allan daginn. Alltaf við vorum svolítið að rugla í deginum hans núna. Þannig ég vona bara að hann sofi restina af deginum. Ég mögulega legg mig með honum. En ég ætla alltaf aðeins að chilla upp í rúmi og horfa og vera hjá honum. Jæja, góðan daginn. Það komið nýr dagur. Ég seti hérna að skvatta að rugga litla.
því að hann fílar ekki mjög mikið þegar við stoppum bílinn. Og Brynjar og Ólafur hlupu inn í Hagkaup að kaupa Nokko fyrir mig. Ég hef ekki fengið með Nokko síðan sko, sérst það haust. Og því ég var hægt að drekka orkudrykki, just nú þegar, áður en ég varð ólétt. En ég reyndi að fá mig kaffi í morgun og ég var bara, this is not it. Þannig að mér vantar koffín. Þannig að ég ætla að fá mér einn San Isidro Nokko. Ég ógeðslega þreytt. Hann var alveg að vakna á klukkutímafresti í nótt. Og ég fór snemma á fætur. Þannig að ég bara þarf koffín til þess að meika restina af deginum. Við erum sérstaklega fyrir húsdrekarinn að hitta vina fólk þar sem eru með lítið barn líka, eða hann eins og Halsa seldi. Þannig að Ólafur og hann geta leikið sér saman. Litli verður bara í vagninum. Ég ákvað að pumpa mig hérna, taka með pela, þannig ég þyrfti ekki vera alltaf eitthvað að setja hann á brjóstið, þú veist, á almannafæri í garðinum. En líka svo pirrandi þurfa að klæða sig eftir því, þú veist, maður þarf að pæla í því að maður sé kannski að fara að gefa, skilur við. Þannig að ég vona bara að hann, ef hann vill drekka, hann vilji taka pelan. Þannig að já, ég vlogga örugglega ekki mikið í húsdrekarnum, ég skal samt kannski vlogga eitthvað. Það er allt að gerast á bílastæðinu í Hagkaup. Ég var vitni af rifrildi. Það var sem sagt bíll að keyra, bara hérna, ok. Og síðan var annar bíll að fara að bakka og bakkaði næst ég á bílinn sem var að keyra á vegunum. Þannig að bíllinn flautaði og þá flautaði hinn bíllinn og þær fóru í bíf og gælan fór út úr bílnum og mér sko, hún lappaði upp á glugganum hjá hinum bílnum og fokkaði á hann og ég var bara, hvernig nennirðu? Hvernig nennirðu þessu? Hvernig nennirðu, þú veist, að verða svona reið? Hún fór eitthvað að byrja eitthvað að rífast við hana. Svo þegar hún ætlaði að halda áfram að keyra þá voru bara einhverju bípstríði hérna. Ég var bara, jésús, við erum bara hérna sightseeing, ég og sonur. Það var ekki til San Isidro. Þessi er líka mjög góður. Þetta er gaman. Stattu kyrr. Við erum hérna hjá Löðsöllinni að fara í húsdrekarinn. Brynjar að finna stæði. Því að litli gaur tók alveg brjálæðiskast í bílnum. Hann bara meikar ekki að vera lengi í bíl. Þannig að við stoppum bara hér og setja hann í vagnin svo hann geti byrjað að hvíla sig. Sólin er í leikagarðinum. Hvað ert þú að fara að gera, Ólafur? Já, ég er að fara í bíl og... Þú að fara að gera bílinn? Já. Mér sjáðu, vel gert. Áfram. Duglegur. Og íta fest. Er þetta gaman? Já, ég er sjálfur. Þú er alveg sjálfur. En sko, hversu næs veður. Litlu sitjum bara hérna að bíða eftir Brynjari og Ólafur. Þeir eru í lestinni að koma grannlega. Hæ! Hún er bara búin að sofa allan tíman og já, ég held að það sé búin að sofa svona 2:40. Brjóstin mín er að springa og pelinn sem ég pumpaði er runnin út, eða þú veist, hann drakk áður en við hérna komum inn í garðinn og ég má bara nota hann í 2 tíma, þannig að hann er runnin út. Það er svo góður, hann séður bara. En við ætlum að fara að reyna að ná Ólafur heim og við ætlum að grilla hamborgara með systur minni. Þetta er bara æði sumadagur. Jæja, næsti dagur og við ætlum að gera tilraun. Ég veit ekki núma hvað á að gera gott kaffi. Og þá er þetta kaffi sem ég verð bara svona þegar ég tek fyrsta sopan. Hvað ertu að gera? Þetta er vanillahylki frá Starbucks með karamell í botninum. Svo blandaði ég púðursykur og vanillusíróp og svo gerði ég vanillu cold foam. Þú veist, þetta á bara, ég gerði bara alltaf góða. Þú ætla að smaka. Fyrst þú ætla að taka einn með röri. Þú ætla að taka einn með cold foam. Ok, þetta er gott. Já, ég skal gefa þetta smá. Ok, ég myndi alveg gefa þessu 8 í einhvern. Jæja, við erum mætt út úr húsi. Planið var að Ólafur myndi keyra með Brynjari heim til mömmu og ég myndi labba með litla, en Ólafur heimtaði að labba með mér og hann heimtaði líka að taka hálft hjól með sér. Þetta er svo að hausinn hann á... Þetta er hálft hjól. Nei, Jú. þetta er ekki hálft hjól.
Hann að þykjast að þetta sé eitthvað svona hoppuprygg. Þannig að við erum öll að labba saman og ég held að Ásta sé, já, Ásta að koma og hitta okkur hérna líka. Ásta að labba með okkur. Ég held að Brynjar og Óli ætla að fara í pottinu með mömmu og ég held að ég ætla bara að taka smá göngutúr. Kannski með mömmu. Ógeðslega gott veður, ég er bara í stuttbuxum.